Nú við hérna eru vindaðstæði fyrir og eftir fyrirhugaða uppbyggingu. Það voru gerðar 3 greiningar á þessu en síðari greiningin sem að var pöntuð erlendis frá eða frá Svíþjóð til þess að svona rýna þetta betur með okkur að hún fjallaði fyrst og fremst reitina eins og þeir eru uppbyggðir og í rauninni má segja að þær tillögur þær greiningar öllu heldur hafi sýnt það að það yrði að taka á sömu svæðum og þessar tillögur gera ráð fyrir. Nú hérna samanburður á vindaðstæðum á svæðinu sem framkvæmt af Örugg verkfræðistofu að vetri til og þá sjáum við á þessu að á ákveðnum stöðum að þá erum við að lenda í þessum rauða lit sem að þýðir það að það þarf að koma með mótvægisaðgerðir og síðan í greinargerðum koma tillögur líka fram og tillögur til dæmis frá þessum aðilum sem að gerðu vindgreiningarnar það hvernig má sporna við því og það eru þetta gert á margan hátt í sjálfu sér en það til dæmis gróðurinn sem slíkur sem þarf að taka á sérstaklega og planta trjám í dúr og moll við það sem að þessar vindmælingar sé okkur til og síðan eru uppbrot í byggingum og uppbrot í hæðum, indregnar hæðir sem að brjóta upp vindinn á leiðinni niður og einhvers konar skyggni og fleira sem að verið að vinna með. Og þá maður ekki síst að hugsa trén því að í þessum vindlausnum sem við erum að horfa til að þá svo, þessi vindgöng til dæmis flóknasti og erfiðasti punkturinn í vindmælingunni sem við sáum vestast í reitnum, þar sem bæjarskrifstofurnar voru, að sá strengur kemur upp í gegnum einhvern veginn te og kaffi og þar einhvern veginn í gegn. Þar erum við til dæmis upp á landi, þar niðri. Þar bara hægt að gróðursetja. Þar ætlum við ekki að hafa bíla, þar ætlum við að hafa mannlíf og þar getum við sett niður tré til þess að brjóta upp vindinn. Þannig að þetta hangir allt svona saman, þannig að það alveg raunhæft að hafa slíkar lausnir í þessu og annað sem mér langaði að minnast á því þetta mikið atriði með gróðursetningu þarna því að mér fundist stundum að það sé gert eitthvað svolítið sumir sé að gera lítið úr því og þá hefur líka séð eins og í Reykjavík niðri í Kringlu þar sem að í rauninni gróðurinn látin ganga upp í gegnum planið þar og þá þetta gríðarlega mikilvægt að hafa vökvunarkerfi til þess að þetta sé gróði vaxi og þessar ofanslausnir, þessar grænu ofanslausnir munu hjálpa okkur alveg klárlega fyrir það. Síðan eru þarna inni kvaðir varðandi ákveðin styrkleika í hellunni á planinu sem þýðir það að það má setja umtalsverða mold þar sem að til dæmis má ekki hér þegar við erum að horfa á gjána hjá okkur yfir. Vegna þess að ef þú setur mold og færð ausandi rigningunni það að þá tæmir það sig ekki nógu hratt og þá þunginn orðinn mikill. Það gert ráð fyrir því hér í skilmálunum að það verði mögulegt að hafa gróður þar en það þýðir ekki að við getum haft tré sem að vaxa ofan á plötunum nema upp að einhver ákveðnu marki. Þau þurfa að fá dýpri jarðveg fyrir sig en býður hins vegar upp á ýmsar gróðurlausnir engu að síður. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarstjórinn var tíðrætt mótvægisaðgerðir vegna mögulegs vindálags í nýrri hönnun á sérstaklega kannski á torginu við te og kaffi. En sitjandi í skipulagsráði þá hefur ekkert sérstaklega mikið verið talað mótvægisaðgerðir og einu mótvægisaðgerðina sem ég svo sem sé fyrir mér trjágróður en við eigum með ákveðnum vanda þar. Fyrir að fyrsta þá erum við með frekar lítið svæði sem að nær jörðu og það í rauninni einu staðin sem við getum verið með trjágróður sem slíkan. Við getum á Sólatorginu verið með lægri plöntur sem ekki þurfa jafn mikið rótarrými. Nú, ég veit ekki hvað þið haldið að trjáplöntur þurfi mikið rótarrými.
Oft er talað að tré þurfi 1 rúmmetra af jarðvegi. Það er langt frá því að vera rétt. Skulum frekar hugsa okkur 10 rúmmetra. Þannig að þetta nú það sem ég búin að læra í námi mínu tré og sérstaklega borgartré í allan vetur. Að það ekki sjálfgefið að rækta tré í borgum. Og þarna erum við líka með töluverðan vindstreng sem við einmitt ætlum að reyna að vinna á. Og það nú kannski ekki auðveldast að koma upp góðum trjágróðri á akkurat þeim stað. Og svo hefur við líka smá mikið sólarleysi sem við verðum með þarna vegna þess að við erum með alltaf hátt hús þarna sem við munum skyggja alltaf mikið á. Þannig að ég hef ákveðnar efasemdir að okkur muni ganga mjög vel að koma upp góðum trjágróðri þarna á þessu svæði. Þannig að mótsvæðisaðgerðir, ég veit ekki, hefum kannski þurft að hugsa aðeins betur út í þetta fyrir. Já, fórst þig góði bæjarfulltrúar, ég þakka í sjálfu sér bara fyrir þessa athugasemdir og því að ég hef nú búin að vera búin að skoða þetta talsvert og bara til að fá að F5. Af hverju þetta skil ég aldrei með PowerPoint af hverju ég ætti að þvæla svona á milli og það sem er á skjánum bara er þarna á þessum skjá líka. Nægis ekki. Herðum, ok. Frú Forseti, erum við bara í beinni útsendingu? Já. Við erum bara í beinni útsendingu. Herðu, ég ætla þá að byrja á því að biðja ykkur og þá sem er að horfa á afsökunar á þessu. En ætla þá að fá að segja það bara ég þakka fyrir að bæjarfulltrúum Bergljótu Kristóttir að koma inn á þetta. En svona, við sjáum hér hvernig vegurinn liggur og Þannig að bílastæðin hérna er upp á landi, meira og minna, og gróðurinn hérna, hann er upp á landi. Og gróðurinn, og þar af leiðandi er allt hér upp á landi. Það þýðir að við getum farið hér á þessu svæði í mótvægisaðgerðir eins og held ég að bæjarfulltrúum benti á. Auk þess er hér garður og það er sjálfur sér hægt að hækka kvótann í honum eða fá tré. Og eitt sem ég hef oft spurt mig af hverju erum við alltaf að gróðursetja þessi litlu tré? Það er fullt af stórum trjám út allt. Það er hægt að ná í þau á ákveðnum ástímum og þess vegna er verið að grisja skóg í leiðinni og setja þau niður í bæjarlandinu. Í staðinn fyrir að setja alltaf niður einhverja smáplöntur og bíða í 20 ár eftir að þau vaxi. Hvaða vitleysa er þetta? Þannig ég myndi nú segja að við ættum að splæsa í stór tré því að þau kosta ekki mikla peninga með það gagn sem þau gera. Og svo er ég líka búin að fara varðandi skuggavarpið og sérstaklega vindinn og húsið og hvernig það kemur hér í bæjarlandi, þá er ég búin að fara og setja hérna niður í keilur og spreyja krossa og fleira og stika þetta fram og tilbaka og ég held að þetta verði, svæðið mættu auðvitað vera stærra en það er líka svona einhverju spekingar sem þau megi heldur ekkert vera allt og stóri þessi svæði en þetta er auðvitað eitt af því sem að kannski væri þá hægt að skoða væri hérna flæðið við torgi hér og hvernig það kemur hér. Síðan er náttúrulega land hér undir, það er hægt að fara þessa leið sem ég var að minnast á en það kostar að þá fellur burt sennilega eitt stæði fyrir hvert tré en á móti kemur að hér erum við með mikla möguleika í landinu hérna fyrir utan. Þannig að ég held að raunverulega og það sé ekki á nokkurn og ég get líka svo sem upplýst það að þegar ég tók við að þá lét ég setja niður þessi tré hér og þá settu menn niður lítil tré en þau eru loksins að verða stór en þetta alveg breytti heilmiklu, bara þessi litla gróðursetning hér. Og síðan eitt af því sem er láðist, já ég er búin með tíman, en það sem að gekk ekki hér og það er það sem bæjarfulltrúin kannski er líka að vitna til, að hérna gátu hér gróðursettu aðilar, tré, en það gekk ekki, það var ekki hugsað fyrir því í upphafi. Og þannig að ég myndi alveg verið til líka
fæ að koma aftur upp að fara aðeins yfir geislagarðin, ég glemdi því nú hérna áðan. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég held við þurfum að horfa á þetta sem 2 aðskilin mál, annars vegar Sólatorgið og hins vegar annað rýmið þarna sem er þá te- og kaffitorgið ef maður kallaði það. Sólatorgið er náttúrulega upp á 3. palli og ég held það verði aldrei mjög gæfulegt að vera með stór tré þar. Og sjónlínan er bara ekki til staðar þar sko. Það er þetta svæði þarna fyrir í suð-vesturhorninu, það er liggur mjög neðarlega og er í rauninni ekki aldrei í sjónlínu á þessu svæði sem við erum að tala um. En mér langar til dæmis að fá aðeins að vitna hérna í sérstakt fræðirit borgartré sem var gert var fyrir Reykjavíkurborg vegna stefnumótunar að stærri rótarbeða fyrir götutré sem lengi hefur verið miðað við 1 metri. Það gefur allt og lítið rótarými, auk þess sem moldarjarðvegur sem liggur dýpra en 30-50 cm nýtist trjárótunum ekki nema hluta því fínu ræturnar liggja langmestu leyti í efsta laginu. Svo verður jarðvegurinn blautur, súrnslaus og kaldur, enda virka beðin oft eins og lokuð ker. Í París er lágmarkskrafa jarðveg fyrir tré 12 rúmmetrar og í Stokkólmi 16 rúmmetrar. Þannig og við getum sagt að rótarkerfi trjá er að minnst jafn stórt og trjákrónan. Þannig að það hefur verið blóðsvít og tár í Reykjavík að koma upp þeim götutrjám sem þar eru og það er alls ekki verið neitt einfalt mál og þetta eru örfáa tegundir sem við erum enn að vinna með. En ég held að bærin þurfi þá að vera verulega meðvitaður að vilja gera þetta og leggja í þetta mikið fé og ég alveg sannfærð að garðyrkjustjórinn okkar Friðrik er alveg til í að flytja stór tré fyrir bæjarstjórann þarna á þetta svæði. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tekur nú fram að ég var ekki á nokkurn hátt að gagnrýna garðyrkjustjórinn okkar sem er nú mikill skógræktarmaður. Það er frekar kannski spurningum stefnu okkar í þessum efnum að gróðursetja þá stærri tré sem að er bara ákveðin svona stúdía. En ég verð að viðurkenna, ég er nú ekki, ætla nú ekki að fara í að reyna að fara inn í að þessari dýptinni umræðuna sem Bergþór gerði hér varðandi rótarkerfi trjáa. Eina sem ég get sagt að ég hef hort á þessi tré þarna vaxa og dafna. Ég veit ekkert af hverju þau gera það, þau bara gera það. Og sennilega góðum stað, en þetta eru staðirnir sem við erum að horfa til þegar kemur að vindstrengjum og ekki síst að vinna þá með þetta hér og þegar þetta er göngugata þá þarf ekki að vera aðgengi nema þá væntanlega fyrir sjúkrabíla og slökkvibíla. En af því að við vorum líka að tala ég er líka búin að læra annað að það er þetta rótarkerfi, það þarf sitt og hér inni var eitthvað verið að gróðursetja og það er alveg rétt, þetta bara eyðileggur og skemmir ef þetta er að vaxa. Ég er reyndar verið að vísu viðurkenna það, ég skil nú ekki alveg hvernig þessi tré vaxa margra metra hæð upp úr Klöpp í Noregi en ég bara skil það ekki miðað við það sem að bæjarfulltrúinn sagði hér að þá man ég það bara núna. Ég var mjög undrandi á því og það líka gerðist hér. Þau fundu sprungur og fóru vonni og er að eyðileggja þetta hér því miður og við þurfum og bærin á þetta. Þannig að ég bara boða það, við þurfum eitthvað að horfa á þetta. En það sem gerist hins vegar að við tökum burt bæjarskrifstofurnar hér og fáum opnun inn í þennan garð hérna sem er almenningsgarður. Þannig að það er fullt að tækifærum í þessu. En ég held að bara að þetta snúist að fá þá aðila sem að mest og best vita þessa trjárækt til þess að finna réttu trén, réttu stærðina til þess að gera sem mest gagn sem allra fyrst.